time you feel downhearted, that will prove your love for me is true. Anytime you're thinking about me, that's the time I'll be thinking of you. So anytime you say you want me back. Hérna í Hvammi, Suðurgötu 87, þá ég fæddur. Pappi og mamma fluttu hingað þegar þau komu til Akraness upp úr 1930 og hér vorum við þangað til 1937. Þá byggir pappi þetta hús þarna sem Suðurgata 90 og þangað flytjum við svo. Og þarna ég þangað til ég 12 ára gamall þegar að þau veikjast báðir foreldrar mínir og heimilið leyst upp. Þannig að hér á ég öll mín æsku ár hérna á Suðurgötunni. Og hér sem sé bjuggu síðan afi og amma þegar Hannes flytur hingað og þau dóu, ef ég man rétt, þá dóu þau hérna í þessu herbergi, bæði Þjóðbjörn og Guðríður. Og þau voru hér sem sé hérna síðustu árin. Og hér var búið, hérna bjó Hannes í Norðtungu og þetta var mikið fjör, mikið krakkager hérna í þessari götu. Kartöflugarðurinn hérna í Efstabæ. Það var leikvangur vor og haust, svo voru hérna hús, hérna uppkotis var byggt fast við húsi sem pappi byggði og síðan komu hérna mörg hús sem hurfu þegar Semensesmiðjan kom á sínum tíma. En hérna var alveg fjölmenni af krökkum og mikið fjör á kvöldin og vor og haust sérstaklega. Hérna flytjum við þegar ég eitthvað 4 ára, þá flytjum við hingað í þetta hús. Hér í þessu hornherbyggi bjó gömul kona, ekkert skild okkur en hún var hér með vefstól, við kölluðum hann alltaf ömmu í kjallaranum. Og í herbygginu hérna hinum megin voru bræður mínir, hálfbræður mínir. Og þetta var, sem sé, hér að beint á móti var Efstibær og stór kartöflugarður hérna og þarna var spilaði fótbolti og alls konar leikir bæði vor og haust og þetta var allt annað umhverfi hérna. Ég hérna í þessu húsi sem ég sagði á, þá ég 12 ára, þá flytt ég hérðan. Vorið því ég 12 ára, þá veikjast báðir foreldrar mínir. Mamma fer á Vífilsstaðahæli, pappi veikist og liggur hér fyrst, hérna í húsi sem stóð hérna niður á horni, áður en hann var fluttur á Landakot. Þetta og börnin, systkini mín öll send í sveit og í bráðabirgða fóstur, nema ég fór til Grímseyjar þetta vor með Sigrúnu móðursystur minni og ég var í Grímsey sem sé þetta sumar fram á haust. Og þegar ég kem heim haustið, þá útskrifast mamma af Vífilsstöðum og pappi deyr. Þannig að þá kemur fjölskyldan eða hluti af henni aftur saman. En svo það vorið eftir sem við flytjum upp á Jaðarsbraut. Það vorið sem ég fermist. Þannig að þar ég alveg uppskáðandi í 17 ára og fer burt að heiman. En pappi var búinn að selja þetta hús hérna, var að byrja að byggja á Jaðarsbrautinni og þegar hann deyr þá bara eiginlega grunnurinn kominn. Hér Jaðarsbraut 11, hingað flytt ég vorið sem ég fermist, en pappi var búinn að selja húsið niður á Suðurgötu og við vorum einn vetur niður í Frón, ég og mamma og Bára, en svo kláruðu iðnaðarmenn á Akranesi þetta hús og þannig að við gátum flutt hingað vorið sem ég fermist.
Og hér sem sé eftir að við komum hingað þá náði í hina krakkana, Hafdísi, Hlín og Björgvin og við saminumst hérna fjölskyldan aftur í þessu húsi. Og hérna ég þangað til ég er 17 ára og flytt til Reykjavíkur. Vindur í laufu og vorn í sveit, vesælur mávar í æti að leit. Verbúðin tómlega vingast við mig, en vina ég elskað eins þig. Eitt að lifa og annað að þrá, ætíð í draumunum þig ég sjá. Á plani sitjandi trúða á smið, ég hrílum borð í mitt skip. Sjóveikur æli í ólgandi haf, aumingja dallurinn ætlar í kaf. Ísur og þorskar engina á mig, en vina ég elskað eins þig. La la la. Já, það var þannig að 44 þá eignaðist móðir mín sitt síðasta barn og upp frá því veiktist hún að berklum og fór á Vífilsstaði og heimilið var leyst upp. Við vorum 5 systkini, ég var elstur og þetta nýfædda barn var yngst og sumarið 45 þá mamma á hælinu og pabbi orðinn veikur og lá þá á sjúkrahúsi og þá fer ég til Grímseyjar með móðursystur minni Sigrúnu og ég kom hingað vorið sem sé 45 eftir merkilegt ferðalag með Ester frá Akureyri og held þetta hefur tekið allan daginn að sigla hingað og hér var ég sem sé þetta sumar 45 og alveg fram á haust. En þetta sumar var mjög eftirminnilegt og skemmtilegt því að hér var mikið að vera í eyjunni. Það var til dæmis verið að vinna við frystihús sem var rekið hér í ekki mörg ár en það var fyrsta starfsár þess að ég man. Og fyrir mig 12 ára strák var alveg yfirdrifið að gera. Maður var að veiða fisk og maður var að stokka bjóð og jafnvel að beita og breiða fisk og veiða fugl og gera allt sem manni fannst gaman að. Maður var upp á bjargi, maður aðstoðaði við bjargsíð, ég var svona sjónabjargi held ég að heiti, gefa merki frá sigmanninum. Og þetta var allt saman fyrir strákur frá Akranesi sem aldrei hefði séð neitt svona lagað. Það var þetta alveg hreint bara ævintýri en það man ég næstum því eftir þessari dvölminni hér. Þetta eiginlega það sem ég man skýrast úr minni æsku. En þetta ég var þarna á Borgum. Þarna voru til heimilis afi minn og amma, Helgi og Guðrún. Síðan var bróðir mömmu. Kona hans var veik og var á Kristenshæli. Hann var þarna og með 4 börn. Síðan var þarna Sigrún, Mattías, móðurbróður minn og ég heldur við alls verið 10 manns í þessu litla bæ. Og svona var sumarið, þetta var alveg ótrúlega skemmtilegt sumar sem ég átti hérna. Enda ég alinn upp raunverulega, mamma var nú alinn upp hérna í Grímsey, kemur hingað 5 ára
og alinn hér upp, fædd í Hrísey en alinn hér upp og ég ólst upp við sögur frá Grímsey frá því ég man eftir mér. Þannig að ég svona tengdi þetta allt saman, þannig að ég vissi svona eitt og annað Grímsey, svoleiðis að þetta gekk allt saman upp. Þetta var náttúrulega svolítið erfitt tímabil í fjölskyldunni, systkini mín voru öll send á heimili en ég vildi ekki fara neitt og var bara að þvælast á Akranesi, var hjá bróður mínum Friðþjófi og hingað og þangað og þess vegna var ég sendur sko til Grímseyjar. Það þetta upplagt alveg að þegar Sigrún fór og ætlaði að vera hér yfir sumari hjá foreldrum sínum, þá var alveg upplagt að senda mig með þangað sem betur fer. En sko, svo gerist það þegar ég kem heim haustið, þá útskrifast mamma af Vífilsstöðum en pabbi deyr í október og þá stóð þannig á Akranesi að við áttum ekkert húsnæði. Pabbi hafði selt húsið rétt áður en hann veiktist og var að byrja að byggja og við höfðum ekkert húsnæði, þannig að mamma tók bara mig og systur mína Báru, næst elst og næst á eftir mér, og var með okkur í einu herbergi yfir veturinn meðan iðnaðarmenn á Akranesi kláruðu að byggja húsið sem pabbi var byrjaður á. Þannig að við gátum flutt þangað inn vorið og þá var öllu liðinu safnað saman. Ég byrjaði nú að spila fótbolta 7 ára gamall eins og allir strákar á Akranesi og spilaði þarna með Kára og var alltaf bakvörður og var svona sæmilegur fótboltamaður á þeirra miðað við aldur og annað. Svo því ég kem hingað, þá hér svolítið fótbolta og það farið að keppa við, til dæmis við vorum að keppa við áhafnir á síldarbátum. Hér var Grímseyjarsundið alveg kjaftfullt af síldarbátum í þannig þegar bræla var, og svo vorum við að keppa líka við varðskips áhafnir og ég var settur í markið. Það vildi enginn vera í marki hérna og ég var settur í markið og ég man alltaf eftir því að mér var svolítið skrítið. Það voru bara 2 markstengur og síðan var snæri bundið á milli, þversláin, og vasaklútur á miðjun og svo menn sæju hvar þetta var. Og mér líkaði svo vel í markinu og síðan þegar ég kom suður þá fór ég að spila í marki í 3. flokki og stóð í marki þar sem eftir var minns knattspyrnuferils. En markvarslan sem ég hófst hér í Grímsey. Ætli ég sé ekki sá eini sem eftir sem get sagt frá því þegar þú komst hingað fyrst. Já, þetta er ekki. Já. Það er að segja að manstu eftir því. Mann ég? Já. Eins og það hefði gerst í gær. Því það var bara fótboltinn minn, það var bara fótboltanum. Fótbolti, já. Það var fótbolti, sko. Fá markmann, það var bara það sem var, að fá markmanni, sko. Það var ekki dónalegt. Það var ekki dónalegt, það var það sem okkur vantaði. Ég man eftir að Hilmar, frændi minn, og Helgi Sigfúsar, þeir flugust oft út að því hver ætti að vera í marki. Já, svo var ég settur í mark. Það var ekki annað. Og það var ekki stöng. Nei, það var snæri. Það var bara snæri. Og vasaklútur í miðjunni. Vasaklútur í miðjunni. Já, ég maður búinn að heyra þetta nokkrum sinnum. Já, ég man eftir þessu. Þetta er alveg rétt hjá þér að engin stöng var. Nei, engin þverslá. Engin þverslá. Já. En þetta var alltaf ég gaman. Er þetta að fara á yfirfót? Farum við sjá. Völlur grær og vetur hlýr og vermir sólin kem ég heim og hyggi þig vel hjá þér alla stund. Við þykjum saman bæði sveit
og þegar ég var hérna, þá var engin fugl hér nema kría var hér á borgarhöfðanum og út á borginni, háeyjunni hérna, og þar var ekkert nema kría. Hér sást ekki nokkur einasti fugl, en nú lundinn búinn að hertaka þetta allt saman hér og krían horfin af borginni og það ekkert nema lundi í dag, að mér sagt. Og þeir eru alveg búin að loka hringnum, lundin alveg búin að loka hringnum, alveg komið niður undir Sandvík. Það hefur orðið óskapleg breyting. En hér vorum við mikið á bakkanum, ég og Símon frændi minn sem var hérna á Borgum þetta sumar, og við lágum hér á bakkanum og ef við sáum fugl sitja hér úti, þá vissum við það að þar var að reki svona trjádrumbur. Og þá settum við bát á flot og rerum út og sóttum þetta timbur og ég held að við hefum selt þetta til Akureyrar og fengið 1 kassa valas fyrir þetta einhvern tíma. Þetta þótti ægilega, þetta var mikið sport að gera þetta og við drógum marga símastaura eða svona rafta hér á land sem við síðan seldum, en þetta var mjög gaman. Og síðan vorum við að veiða skeglu hérna í snöru á bakkanum með því agna fyrir hana. Og það var eini fuglinn sem ég man eftir að hafi verið hér á þessum árum. Það var sem sé krían og svo þessar skeglu sem við vorum að veiða hér á bakkanum. En lundin var ekki komin eða neinn annar bjargfugl á þessu svæði. Nú til dæmis inn í Hellugjögri. Þar var ekki einasti fugl, en nú vert þar á hverju einustu sillu. Þannig að það orðið rosaleg breyting á og fugli hefur fjölgað hér alveg örugglega, alveg óskaplega á síðustu árum í eyjunni. Hér Hellugjögur, sem ég vil nú meina að sé einn fallegasti staður í Grímsey. Og það svolítið gaman að segja frá því að hér í byrjun síðustu aldar eða þá fóru presshjónin hér á sunnudögum að fjölskyldan upp á klædd hérna í Hellugjögur, svona í svona piknik eða hvað maður kalla það. Hér var breiddur dúkur á steinana og þau voru með kaffi með sér og það er til myndir af því hvernig þetta var. Þetta var eins og hjá hefðarfólki í Evrópu á þessum árum. Og það var alveg til þess tekið, það er að sýna það frá myndum, að konur í Grímsey 1900 og upp á 1910-20, þær voru ábyggilega ekki verr klæddar heldur en toppdömur í París á þessum árum. Já, það var aldamótin 2000 sem að Birna Óladóttir kom máli við mig og spurði mig hvort ég myndi verið að taka að mér að gefa út bók sögu Grímseyjar. Og það hafði fyrirtæki í Reykjavík ætlaði sér að gera þetta en það fór á hausinn svoleiðis að það var lítið búið að vinna í þessu máli og ég náttúrulega sagði henni það, ég var sjálfsagt að gera þetta, þannig að ég vissi raunverulega hvað ég var að taka að mér. En ég var svo heppinn að ég fekk strax til liðs við mig Harald Jóhannsson frá Básum og sem síðast bjó á Borgum og Björn Friðfinnsson og Valgar Egilsson læknir, auk þess sem Friðþjófur féllst á að koma og taka myndir fyrir mig. Og ég fór að vinna í þessari bók og hún kom síðan út á fiskidaginn 2002, kom hún út þá. Og þetta var bók upp á 540 síður og inniheldur raunverulega allt sem að máli skiptir varðandi Grímsey á síðustu öld.
eða þetta er manntal allra sem hafa búið í eyjunni frá 1790 til dagsins 2002 þegar bókin kom út. Grímseyingar hafa tekið bókinni mjög vel og eru afskaplega ánægðir með hana og mér skilst að þessi bók liggi á hverju einasta stofuborði í Grímsey og henni sé flett næstu í daglega. Svo ég get ekki verið ánægðari með það. Í þessari bók er eiginlega allt sem máli skiptir eins og ég sagði. Það er útgerðarsaga, það er skólasaga, það er eiginlega minnst á eiginlega allt sem skiptir máli. Og gerðist á þessu tímabili í Grímsey, auk þess mynda frá öllum bæjum sem hafi verið búið í á þessu tímabili og svo rúsínunni í pilsendanum þegar við fengum myndir frá Bandaríkjunum sem að tekna voru fyrir Willard Fiske árið 1902 og það eru fyrstu myndirnar sem vitað voru teknar í Grímsey. En það er margt athyglisvert í þessari bók og til dæmis það einmitt svona hvernig það hefur verið að búa þarna. Þá er þetta athyglisvert til dæmis að hérna 1874 til 1918 búa á Sveinsstöðum Sæmundur Jónatansson og kona hans og þau eiga 12 börn, fjögur fyrstu deyja öll innan við eiginlega flest í sama mánuði og þau fæðast, öll á fyrsta aldursári. Síðan eignast þau 3 börn sem öll lifa og síðan eignast þau 5 börn sem öll deyja á fyrsta aldursári. Og svo er svolítið sérstakt með þessi 3 börn að elsta af þeim börnum sem lifðu var Þorleifur. Hann hafði verið í Flatey og þau áttu von á honum með skipinu vorið, gömlu hjónin. Hann var þá 22 ára, en þegar þau koma niður í Sandvík og skipið kemur, þá fáðu það fréttir að þessi sonur þeirra Þorleifur hafði dáið 4. janúar og var jarðaður upp á Flateyjardal. Svona var nú lífið. En þessi 2 börn sem komust upp, það voru Halldóra og Sigurbjörn er sem sé forfaðir systkinanna allra frá Sveinsstöðum. Og þannig að þetta er svolítið stórmerkilega ætt en sem sé það voru bara 2 börn af 12 sem komust upp. Svona var nú lífið. Svo það er svolítið merkilegt til dæmis að við í Grímsey þá hafa nú verið stundaði fiskróðrar á alls konar bátum og fleytum. En það hefur ekki orðið þar sjóslys síðan 1865. Þá fórust 2 menn í róðri í blíðskaparveðri og það veit enginn hvernig það gerðist. Það var fullorðinn maður og ólingur. En þetta er eina slísi sem er orðið sjóslísi sem er orðið við fiskveiðar. Hitt er að mála að það urðu nokkur slís áður en þeir fóru að salta fisk, meðan þeir verkuðu skreið, það átti að til að ofhlaða bátana á mikið þannig að það urðu nokkur sjóslys, dauðaslys á leiðinni frá Grímsey til Akureyrar voru að flytja skreiðina. Og svo er til dæmis eitt sem er athyglisvert að ég held að verið 1793 þá dóu 6 karlmenn úr einhverri pest sem gekk í eyjunni og það var það djúpt skarð að það þurfti að fá fleiri karlmenn og það voru gerðar ráðstafanir til þess að útvega karlmenn til að koma til eyjarinnar því að það var ekki hægt það var engin bryggja að setja báta og annað fleiri sem var karlmannsverk. Svo þeir sem eftirlifðu nema presturinn, þeir ætlaðu að fara í land og sækja þessa menn sem ætlaðu að koma. En það tókst nú ekki betur til en svo að bátur þeirra fórst og það var þeir drukknuðu allir og það var einn karlmaður eftir í Grímsey og það var presturinn.
svona var nú lífið og gekk á ýmsu og það margar frásagnir í þessari bók sem eru mjög skemmtilegar og áhugaverðar. Þannig en svona var nú lífið í eyjunni. Þetta voru ferðir vor og haust þegar best lét og menn voru þarna mjög einangraðir og þurftu þess vegna að lifa og búa mikið af því sem þeir gátu aflað sér, bæði á sjó og bjarginu. Grímseyingar hafa nú sýnt mér mikla vináttu og sóma, en sérstaklega vil ég nú minnast hér á orðu sem ég fekk fyrir nokkrum árum og ég fekk þetta í bréfi rétt fyrir jól á svona jólakorti og ég ætla ekki að trúa mínum eigin augum því að þetta svona ekkert jafnvel eins flott og fálkaorðan. En á þessu stendur hérna framan á Helgi Dan, aftan á grafið Grímseyingur númer 1 og það kvenfélagið Baugur í Grímsey sem sé sæmi með þessum titli, að ég sem sé Grímseyingur númer 1 og eiginlega svona hálfgerður heiðursfélagi í kvenfélaginu Baug í Grímsey. Og það nokkuð sem ég kann að meta. Ég spilaði náttúrulega fótbolta frá því mann eftir mér eins og allir strákar á Akranesi. Þegar Íslendingar spiluðu fyrsta landsleiki við Dani, þá hlustaði ég á lýsingu á leiknum. Þá var ég í sveit hjá Braga Geirdal á Kirkjubóli hérna í innri Akraneshrep og ég var þá eiginlega ákveðinn því ég ætlaði að verða landsliðsmarkmaður og var einmitt að hugsa það þegar ég var að horfa á leikinn. Ég manna svo vel eftir ég var að hlusta á leikinn. Það verður gaman þegar ég komin í lengra var nú náður ekki hugsunni þá, enda ekki að sjónvarp neitt á dagskrá neins staðar. Nú það tókst, ég var komin í meistaraflokk, ég var 17 ára og ég var komin í var í landsliðið 18 ára og spilaði fyrsta landsleikinn 20 og þeir eru síðan 25.